Frábært að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Það var búið að eiga smá aðdraganda. Sko, hvað er að byrja? Ég er svona að fara að hugsa, við vorum að ræða hans í síman og vorum búin að henda á milli okkar aðeins skilabóðum. Það er mikið búið að ganga á hjá þér á síðustu árum. Það er eiginlega, er ekki óhætt að segja það? Jú, þetta er búið að vera svolítið rússipanna ferð. Ég ætla nú að taka það fram, ég er nú ekkert að kvarta því að allt hefur þetta nú einhvern veginn ræst úr þessu og ég stend heill og sterkur eftir, sko, en þetta byrjaði svolítið sérstaklega skringilega 2024, sko, því að ég er með gerfiliða því að hnén á mér er í klessu, það var allt í góðu með það, en ég fikk sýkingu þetta í byrjun apríl í fyrra, 24. Og það var svona vesið þetta skerið upp og hreinsinnan úr og sótt hreinsa á eitthvað og svo var eitthvað sýklalyf í 6 mánuð og allt í lagi og það gekk að drepa þetta, en ég þurfti ekki að fara að rífa liðin úr eða eitthvað svona, en þetta var svolítið svona spennandi á tímabili. Svo í loki júli þá fær Sigríður Friðjónsdóttir ríkisaðsnör og þá höfum svona gott að losna við mig. Af því að ég hef verið að segja ykkur hluti ekki að þeir væru rangir heldur kannski af því að svona megi menn ekki tala, sko. Það má ekki að fara að ræða þannig sérstaklega í smáatriðum. Og svo í október, sama ár, þá fæ ég kransaðastíflu. Þetta hefur verið alveg áhrifur. Við hefum nú hist í ræktinu núna og ég hætti að reykja 21 árs, þannig að ég held ég væri alveg með bara, ég væri góð heilsa bara í holdi klædd, sko, og búin að passa á blóðurstík og allt þetta kjafta. Ég var bara með 90% lokun og bara kortið frá því að rökka upp að, sko, með hættulegust að gera kransaðastíflu sem til sko. Það er svoleiðis. Það er bara svoleiðis, eitthvað sem læknarnir kalla widowmaker eða rupture, það myndast kólesteról undir æðavegnum og svo getur þetta bara sprungið og það færi bara blóðtapp og allt lokast bara á Hvernig var aðdragandinn að þið komst að því? Já, bara það var svolítið sérstækur, sko, því að ég pínlítið inn í svona andlegum málefnum og ég er ofta að velta fyrir mér, sko, lífinu tilverun og trúmálum og öðru slíku og ég veit að mér syns þú áhuga maður svipað, sko. Algjörlega. Ég var búin að vera með í nokkra vikur áður, svona óreglulega hjartslátt, hringl og ég var búin að fara í svona mæling og eitthvað kom ekki út því og svo bættist við og það er svolítið hjálpað mér að hitta búið að koma undan, það kom svona örlítill verkur hérna undir bringubeinið, sko, svona eins og brjósviði eða eitthvað, sko. Ekkert annað, ég var búin að vera 4 sinnum í ræktinni vikurnu undan, það var sunnudegi og taka bara á því eins og ég geri, fann ekki neitt enga verki, bara svitnaði hvans mér aðeins meiri vanlega. Ég held að veri bara sveitar í laugum heldur en á að vera. En ég fór upp á Slísó og þá bara kom þetta hægt og róli í ljós að ég hafði fengið eitthvað svona míní hjartaáfall, en það skemmtist ekki neitt og ég var bara blásið og nútíma læknavísindi redduðu þessu bara nú leitni, sko. Það hefði verið flóknar að fara með bílinn í smurningu heldur en að gera við þetta, sko, fyrir þetta ekki lengri tíma. En sko, svo spyr ég læknin, skilur, hvað ég er búin að gera allt rétt með það, ég ætla að lýsa í öll mál og hætti að reykja 21 árs, hreyfa mig, kólesteróli búið í lagi, blóðþrýstingurinn í lagi, það er ætti að segja, en pabbi var 67 ára þegar hann fekk þetta, sko, og hann reykti í 30 ár. Og þetta er allt eftir bókinni, menn er þó búin að vinna sér inn að fá þetta, þeir gera svo leið, sko, en það var spróheppin. Já, var það svona sæði? Já, þetta er svona svo, þetta er svona svo, þessi nattræna línun, sko, ef það snjóvar í ágúst, sko, þá var það bara út af nattræna línun, skilur, og getur ekki unnið þessa rökræði, sko, en þetta er allavega eitthvað utan við læknavísinu, og ég spurði en þessi óreglulega hjartslátur, sko, hann hvarfur reyndar eftir blásturinn, sko, nei, það er engin þekkt tengsl við óreglulega hjartslátt við tengt kransaðastíflu, þannig, það er svolítið sérstætt, sko, því að það var nú kannski hann sem helst ítti við mér að fara, sko, pluss þessi litli verkur, sko. Maður hugsaður þegar fólk fer í gegnum svona, þá hugsaður, sko, því þeir sagt, skilur að hvað ef ég hefði beðið lengur? Hvað ef ég hefði verið eitthvað staðar einn þegar að þetta hefði bara komið yfir og ég hefði ekki einu svona geta leitað mig hjálpar? Fer fólk ekki svolítið í, þú veist, hvað ef? Ég er nú bara svo illa samansettur, sko, að ég hlónu að þessu bara, sko, að bara fyrirgefur, en mér fannst þetta, fyrst fannst mér þetta viðáttu vitlaust, ég var bara nánast hvað vikun og undan var ég fyrir vestan, ég á smá afdreip í Arnarfirði, var þar í sána bara, það er nú þekkt að það er að reyna svolítið á hjartað, sérstaklega að maður keyrir þetta upp í 70 gráðu hita eitthvað hlið, sko. Fann ekki neitt að ég geta verið bara djúpstektur þar ef þetta er lokast, sko. En sko, það sem að
hefur svona aðeins sótt á mig svona eftir á bara þessi tilhugsun sko hvað maður hérna forgengilegur sko. Já. Maður heldur alltaf þetta frekar þegar maður er yngri og maður kannski lærir af svona atvikum en maður heldur að maður sé ódreipandi sko og maður sé gamla fólkið og maður sé líka fólk sem er illa á sig komið þú veist að þú sér einhvern mann sem er 180 kíló og reykir skilur að fæ kransaðastíflu og deyr 60 skilur til fyrsta kannski svona afleiðinga því sem hann hefur hagað sér sko og svo sér þetta gamalt fólk þú veist, það þýr ekki að vera hissaði út hvernig við 70 eitthvað geti klikkað sko mér finnst þetta rosalega skrítin tilhugsun sko mér hafi búðist þetta sko Já, eins og segir, ég náttúrulega séð þig í ræktinni alveg í gegnum tíðina og þú svona berðan og með þér að vera í góðu formi og hefur greinilega verið að hugsa heilsunni öllu sár sko Já, það er akkurat það sem maður er að gera sko en það sem að mér finnst rauninni af því að ræktin og þetta sem gerist á síðasta ári, ég man ekki hvað er þetta 6,5 mánuður eitthvað leið sko mér finnst þetta að vera svona 10 ára skammtur á leiðindum fyrir venjulegt fólk og ég fór að hugsa sko eftir á sko, nú er ég búin að vera ég veit ekki, þú þekkir nú kannski ekki minn feril, ég er bara fæddur vestur á fjörðum og ætlaði nú að vera bóndi þegar ég var yngri sko en svo var það nú kannski ágætt ég gerði það ekki, en ég geti alltaf að lifa fjárbúskap vestur á fjörðum en svo fór ég að læra húsasmiði af því að ég ætlaði nú að búa á Þingeyri og það var svona, ég var ekki mikið fyrir vélar og ég var svo sjóveikur að þetta ekki að senda mig á sjóin og en svo fór ég í lögfræðina 28 ára og ég vann við smíðar í 10 ár og er búin að vera í því núna í hvernig við teljum það, ég var svo sem ég gert mikið síðasta árið í boði Sigríðar en þetta er að það 27 ár ég er svona velti fyrir mér núna sko, það skrítið að segja það sko, en mér finnst einhvern veginn eins og hvort sem við köllum það tilviljun eða einhver aðri máttur eða alheimurinn eða eitthvað eins og sé vera að íta mér í aðra átt sko. Já, þú veist, ég fái bara svona gott púss út úr þessu sko nú áttu að fara að gera eitthvað annað kallið minn sko. Þetta er enda frábæð punktur sko maður lífið er stundum að senda manni skilaboð og svo er spurning hvað er maður tregur í að taka á móti hvað þarf maður að fá mikinn skammt af erfiðleikum til þess að raunverulega segja ok, það er verið að íta mér í aðra átt Nákvæmlega sko, maður það sem er vandamálið með mig og sjálfsagt fleiri og kannski þið líka og okkar kynslóðir að við erum alveg upp í að vinna sko, vera hafa eitthvað tilgang sko, skilja einhverju og maður er búin að vera frá því maður, ég veit ekki hvað, 12 ára bara, þú veist, þegar maður er ekki í skóla og maður er að vinna og koma sér einhvern veginn áfram og reyna að sjá fyrir sér og allt þetta kjaftaði, sko, allt þetta sjálfsögðu hluti sem maður fylgja því að vera manneskja í samfélagi og maður er svona, maður hugsa fyrst þetta, sko, skildunar og allt þetta og svo kemur þetta upp á, ég kom eftirlauninu svo fræktir orðið, galli maðurinn en ok, ég ætla bara að taka það fram ég var ekki að sækjast eftir því allan þann tíma að menna fylgst með því mínu viðtölum við mig og annars líkt þá ætlaði ég bara að fara að snúa til vinnu aftur sko. Já, mér langaði mitt að tala svolítið það allt saman en kannski bara svo klárum þetta ég hugsaði þú varst að lýsa svo árið 2024 ég var með Eirík Hauksson fyrir ekki svo löngu síðan Jú, alveg, og hann með talað sko annus horriblis það var árið þar sem hann ætlaði að fara frá konunni sinni misti bílprófið og fekk svo krabbaminn. Já, það var rosalega. Og ég hugsaði það sama, þetta hefur verið annars horriblis fyrir þig. Þetta er nákvæmlega orðið sem ég var með í huga þarna á sínum tíma. Já, en við dýfum okkur bara í þetta allt saman, sko, því ég horfði á þetta álengdar sem hún nefnir með Sigríði. Og ég mitt talandi bara einhvern veginn, mitt fólk verið eitthvað svona, ég tók aðeins púlsinn á bara hvað er meðal manneskjana að hugsa og mér finnst bara allir verið að hugsa það sama. Þetta er bara algjört kjaftaði. Auðvitað mátti maðurinn segja það sem hann sagði. Hvað erum við að tala um? Já, nákvæmlega. Þú veist, að vera að búa til eitthvað rasisma úr því þegar það er eitthvað gæi sem er náttúrulega augljóslega bara voru gerði eitthvað mistök með því að vera hleypunum og leifunum að vera og hann er að áreita þig og fjölskylduna sko, maður er svo fólk sem sá ekki þína hlið sem mér finnst það svo mikið van geta til að setja sig í þín spor sko. Þú
mér sko ef eitthvað fannst mér nú vera frekar lágstemdur með það sem hefði gengið á sko. Já, nákvæmlega sko. Þessi maður átti náttúrulega að vera farin og það var búið að brottið honum og grundið til Dyflinnarreglugerðarinn og ríkislögreglustjóri hegðist á því að flytja hann innan þessara 18 mánuða sem að einhver kjáni sett inn í lög fyrir einhver tíman 2016 menn ættu það rétt að vera eða verið geta ljúka máluð þeirra í tíma. Þessin hann hefði átt að fara, ég man ekki hvert Finnlands held ég hann hefði komið frá. Við erum búin að millilenda þar á hann að kom hingað sko. En jú, ég sagði hann svo sem meira, allt sem ég sagði ég stend við á, þetta bara það sem í fjölmiðlum og ég finnst nú kannski ef réttavörslu kerfi getur ekki rætt vandamál í samfélaginu glæpi og annað slíkt hvort sem það einhverju leigubílstjórar sem að nauðga viðskiptavinu sínum með eitthvað annað skilur sem eitthvað trend sem að bara hryllilegt og tættur að þora að setja dóttir þína í leigubílni ef maður sé eitthvað gamall og góður hreyfilskall sko og þurfa að passa upp á það því annars bara voðin vís það bara ekkert í lagi sko og ef við getum ekki rætt það hvað ætlum við að gera svo svíðanir vakna upp eftir 10 ár með allt í klessu. Akkurat og svo kemur einn vinkill ofan á það líka sem að ef við erum að hugsa fallega til innflytjenda og vel fólk sem kemur það verst fyrir þau að það sé að einhverjum svona svörtum eplum sé leyft að ganga of langt af því þá hættið að pirringurinn hjá almenningi verði svo mikill að pendullin fara að snúast í þá átt að það verði raunverulega til eitthvað rasismi og útlendinga andu þannig að maður svona sjáið ekki að ef þið eruð að láta svona gæja bara vaða uppi og síðan einhvern veginn að reyna að verja þetta þá eruð þið að búa til alvöru útlendinga andu þannig að þú veist að ég meina nú að kona mín til dæmis frá öðrum heimshluta ég hef talað við innflytjendur sem að búa á Ísland og þeir segja bara við viljum að svona gæjar séu stoppaði strax af því þeir eru að búa til eins og þú segir með leigubílstjórana skilur svo eru bara rosa flottir erlendi leigubílstjórar þeir tapa mest á því að dólgunum séu leyft að vaða uppi sko. Nákvæmlega og veist, ef að menn að ágera því að það sem ég sagði skapa eitthvað neikvæð andrúmsloft í kringum einhvern hóp innflytjandi eins og svona segja í sambandi við Kúrani sýrlendinga þið geta kent Kúrani og það sko. Akkurat Það eru þessi skemmtu epli, það eru þau sem að skemma fyrir öllum hinnum og það meira að segja sko, ég get ímyndað mér ef maður eirt af því allavega, veist, stórir hópar eins og pólverjar sem eru bara að vinna og eru bara að falla mjög vel inn í og ekkit vesen á sko, þeir vilja kannski öllum mennum helst losna við svona því þetta bitna líka á þeim, þetta flæðir yfir alla þessi neikvæð umræða sko. Og þannig við eigum bara að vera með mjög öflugt kerfi að losa við og bakgrunnstekka allt fólk sem kemur hingað sko. Hvernig ég var bara að hlusta á viðtalið hjá Frosta og þá varst að tala um þetta þegar hann hefði komið þarna til þín þá hefði hann bara viljað taka í lurgin á honum var ekki líka samt þú veist einhvern veginn þessi partur að bara þetta sé maður sem lasin á geði að einhvern veginn bara að upplifa ekki öryggi Já sko málið að ég lýsi þessu bara frá mínum bæðandir sko, þarna svo stað uppi að hann búin að vera að hóta fjölskyldu minni Af hverju var hann að hóta fjölskyldunni? Sko ég ætla ekki að hann kom ekki mér fyrir sjónir og hann kom ekki einu sinni geðlæknum fyrir sjónir sem ósakafur þegar hann var dæmdur sko en sko þú veist, í mínu starfi hef ég oft kynst fólki sem að svona fabjulerar og bullar og órökrétt og eitthvað sko, út af einhverju tilfinningasemi eða reiði eða einhverju örugli sko, á hann sem maður þykist geta sett sig í þau spor að dæma viðkomandi geðsjúkan sko, þannig ég leit ekki svo á. Við skulum átt okkur einu að við erum að fá hinga fólk sem bara, við erum ekki hugmynd sko, þú veist, við erum bara búin að vera í bómull hérna, sko. Alveg sammála. Þú veist, ég meina, ég var með mál þar sem hann var náttúrulega pólskur held ég hann hefði, þar sem var verið að, ég fór fram á gestuvaldi yfir hann og átt að flytja nú landi vegna framsalsbeiðni til Póllands. Þetta var maður sem var mjög góð sönnagögnum að hefði drepið 3 manneskjur, sko. Já. Þú veist, ef þú ætlar að leita hér, þetta var ungu maður, sko, þú ætlar að leita hér að einhverjum svona fjöldamorðingi, þá þarf að fara aftur í, hvað heit hann, Axlar Björn, veist, fyrir einhverjum 300 árum síðan eitthvað, skilur. Við verðum bara að horfast í augu við að við gætum verið, nú er ég bara að segja þeóri, sko, við gætum verið hérna með mann sem hefur verið að steikja börn í bakarofnum í Ísrael fyrir 2 árum síðan, skilur. Við vitum ekkert það, sko, og við höfum ekki þessi áhuga að vita það. Þú veist, við getum ekki
við getum ekki í hverju sakleysi okkar lítið svo á að það sé bara Abdullah frá Gaza sé sama típan og hann Gummi frá Raufarhöfn, sko. Það er bara allt annar bakgrunnur og allt annar lífsreynsla sem er þar á bakvið, sko. Mér er svo áhugavert þegar þú ert að segja þetta, ég veit ekki hvort að sko samhengið sé gott hjá mér, en þá fer ég að hugsa ok, við lifum á tímum þar sem að yfirvöld eru núna að selja okkur að við megum ekki vera barnaleg og við séum að fara inn í nýjan veruleika þannig að það þarf að dæla peningum í hernað í Úkraínu og eitthvað svona. En svo ætlum við að vera rosa barnaleg gagnvart einstaklingum sem eru að koma hérna inn sem eru bara stór hættulegur og þar má ekki þetta meikar enga sens, sko. Ímyndaður hvað það hefði sparað Íslenska ríkinu mikið ef einhver hefði verið að pæla í, sko, áhættunni og bakgrunnstékka Kúrani, sko, og ákvarðanir á fyrri stegum hefði verið teknar í samræmi við, sko, tilefnið. Það var bara verið að senda bara burtu, þessi maður bara búðar slíku vandræði að við bara losum okkur við hann strax áður en við þurfum að loka hann inn í klefar sem hann skýtur og mýgur út allt og ræðst á fangaverði, sko, eða hótar embættismönnum eins og mér. En aftur að þessu svo varum að ræða þarna með það sem ég, sko, ég veit ekki, sko, ég þannig að ég svolítið að gamla skólanum, sko, að þú gerir ekkit fjölskyldu minni, sko, my dead body, sko, það er bara þannig. Og mér er anskotað saman sjálfa með ef að fjölskyldan er í húfi, sko, þannig að það er nú eiginlega það sem var bakgrunnur að þessu, sko, en svo líka ég ætla að taka það fram, ég mat hann ekki svo þegar hann satt fyrir mér, var í ganginum þegar ég kom inn í embætti, sko, mat hann ekki svo að hann væri í ykkurum árásarham, sko. Nei, ég skilji. Þannig að ég ákvað að lofa honum þá bara að tala og svo kom náttúrulega ekki út úr honum sem sagt að viti, veist, það hefði verið allt til að ræða við hann ef hann hefði getað rökrætt hlutin eða það væri eitthvað sérstæð sem hefði getað aðstofað við, sko, til þess að láta hann líða betur ef við getum orðað þannig. Og eins og ég sagði, ég bara gafst upp á kjaftaðin í honum og sagði hann geta bara fært til Sýrlands ef hann held að hann liði betur þar, ef það var ekki nógu gott fyrir hann hér á Íslandi og ég hefði engan áhuga að eyða skattpeningunum mínum í að halda honum uppi, hann getur bara dröllast til í Sýrlands þá bara og svo rækið hann út, sko. Og en ég játa það alveg, sko, ef hann hefði viljað reyna við mig, sko, þá var ég bara, hefði haft ástæðu til þess að verja mig og þá hefði ég bara tekið á honum, sko, því ég hef bara búin að fá upp í koka þessu. En ég nálgaðist þetta allt saman þannig að, sko, hann kom aldrei heim á húsið á mér. Ég setti myndavélur á húsið á mér, þannig að kom ekki köttur heim á húsinu þess ég vissi að því og í, 2-3 ár þá fekk ég alltaf klikk í síman ef að hreyfiskynjarnir fór í gang. Þannig að ég fylgdist með því. Ég skrifaði ekki niður, ég geti þess að sagt hvernig pósturinn kom allir þessi ár. Þannig að ég fylgdist með því að hann var enginn að koma, hann var ekki að koma. Þú veist, og börnin mér voru í skóla þarna á nesinu og svona, ég ætlaði ekkert að bjóða upp á það og þeir rækjast á hann þarna fyrir utan húsið. Það gerðist ekki, en það var til þess að maður var alltaf á vaktinni, sko. Ég ætlaði að segja bara það að þú í þeirri stöðu sem að þú ert í þarna þurfir að vera svona mikið á varðbergi. Já. Það eitt og sér er óeðlilegt. Og þá hugsa maður, þú veist, svo þegar þetta springur allt upp, og mér finnst alltaf svona einhvern veginn bara hver ætlar mér finnst alltaf svo skrítið að það væri ekki fleiri sem tækju þinn málstað, ekki á almenningi, sko, mér finnst almenningur allur taka þinn málstað, en innan úr kerfinu. Þetta er svolítið eins og ég sem fjölmiðlamaður, þú veist, þegar Jóhannes var að gera kompóstþættin og hann þurfti að setja, sko, öryggiskerfi heima og sér og allt þetta og Stöð 2 borgaði ekki fyrir hann. Akkurat. Þá fannst mér, sko, sem blaðamaður svolítið svona, heyrðu, ef þú ert komin í þessa stöðu þá þarf vinnustæðurinn að halda utan af því að hann vill þú sért að búa til þetta efni, sko. Það var nú ráðherra fyrirvændi dómsmálaráðherra að sagði hvað það var leið þetta árás á gervaldi væri árás á allt kerfi á embættismanni sem ég væri bara árás á allt kerfi, sko. Það er það. Men kerfið virkar ekkert ef þú getur ekki treyst í að, veist, og við erum farin að upplifa það. Þá líka getur ekki manna stöðunar með réttu fólki, sko. Nei, og svo við erum farin að upplifa það náttúrulega það var lögreglumaður sem lenti í því að það var einhverjir pjakkar sem komið heim til að, sko. Það man ekki hvort það var Pakistan, hvort það voru með palestínamenn og einhverjir sómalar sem hann hefði haft einhver afskipta í vinnunum og komið bara heim á hótun. Það var sagt frá þessi fjölmiðlum fyrir ekkert lengur síðan, sko. Og kveikt í bíl hjá lögreglumanni eða lögreglukonu. Bara eitthvað glæpasnúður sem hann fengið frá Svíþjóð einhverjum skipulöðum brotastarfsemi þar í tengslu við brotastarfsemi hér sem að kom hér til að kveiki í bílum hans eða hennar. Þú veist, út af vinnunum hennar að sjálfsögðu. Og það eru fleiri svona dæmi að við getum bara við meðan búast við því fyrir en setna að dómurum, saksónurum, lögreglumönnum þeir eru bara drepnir af einhverjum guttum sem eru sendið frá Svíþjóð til dæmis
það að gerast þar að vera að nota börnum til lögaldri til þess að drepa menn vegna þess að þau eru í ykkur upplausn og samfélagið hefur ekki tækifæri til þess að veita þeim aðra leið heldur en blandast inn í ykkur skipulega brotastarfsemi en aftur að því sem ég var að ræða sko að þetta með þennan Kúrani sko. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.